Við höfum líklega öll heyrt grænmetisætur, en það eru þeir sem að neyta hvorki fisks né kjöts. En svo það vegan. Það í rauninni grænmetisætur sem að taka þessu skrefinu lengra. Borða ekki fisk eða kjöt og nýta ekkert sem að fellur af dýrinu. Það eru egg, ull, silki, hunang, allt sem okkur dettur í hug sem að kemur dýrunum við. En nú í janúar hefur verið hávær umræða vegan vegna þess að það átak í gangi sem kallað veganúar, en þá í rauninni þeir sem eru ekki vegan hvattir til þess að gerast vegan í janúar. Við ætlum að kynna okkur hvað vegan hvers vegna maður ætti að gerast vegan og hvort að vegan fái öll þau næringarefni sem þau þurfa. Það allavega mjög erfitt, þetta vandasamt verk að vera vegan. Þú þarft náttúrulega til þess að fá til eins og B12 vítamini sem lífsnauðsynlegt fyrir okkur. Það mjög erfitt að ná því sem að við hin erum að fá svo mikið úr náttúrulega kjöti. Og svo náttúrulega eins og járn líka. Þannig að stundum náttúrulega eins og sumir segja að þeir sem eru grænmetisætur eða vegan, þeir verða fölir og það náttúrulega þetta eitt af ástæðunum fyrir því. En sem kraftliftingakona ekkert erfitt að fá það prótein sem þú þarft þegar þú sniðgengur kjöt og fisk og dýraafurðir og fæðubót eins og mysjuprótein? Nei, alls ekki. Það mjög lítið mál. Það til fullt af alls konar valkostum fyrir okkur. Það til, ef maður vill nota fæðubótefni, þá til hempprótein og hrísgrjónaprótein og sojaprótein og allt saman. En svo náttúrulega ætti maður helst bara að borða vel af baunum og tofu og næringageri og grænmeti og þá fær maður alltaf prótein sem maður þarf. En svo náttúrulega vantar oft prótein og við erum að melta vel náttúrulega kjöt og fisk og kjúkling. En svo bara spurning hversu vel eru að melta baunirnar sko. Þekkir einhverjar rannsóknir það hversu vel við meltum baunir? Ég meina, þú veist, það alltaf best, eins og þú veist, við erum hérna frá Íslandi. Það alltaf best að borða það sem í nærumhverfinu. Það ekkert sem að þú getur ekki ræktað sojabaunir á Íslandi. Þú getur kannski einhver gróðursi. Þú veist, þú getur ræktað kjöt, þú getur ræktað grænmeti. Þannig að þú þarft að blanda þessu öllu saman. Þannig að það að vera vegan eða vera grænmetisæta, þá þarft að fá rosa mikið af fæðu sem innflutt til landsins. Og sem að þá náttúrulega kemur aftur inn og þá ertu til dæmis að hækka vistsporið. Þá ertu náttúrulega, það þarf að flytja þetta inn og það náttúrulega mengun af því. Þannig að þú veist, þetta kannski hollt á einhvern háttinn fyrir einhvern, en svo óhollt á öðru leyti, upp á umhverfið. Hvaða umhverfislegu áhrif hefur vegan? Að nýta sér dýraafurðir hefur rosalega stór áhrif á umhverfið. Það skilur eftir sig mjög stórt kolefnisfótspor og bara með ræktun á nautgripum til dæmis þá fer rosalega mikið vatn og það fer fiskur og alls konar mjöl og korn sem ræktað sérstaklega fyrir dýrin. Þannig að það fylgir því óbúslega mikið mengun, ekki bara þú veist allt sem að þau þurfa að borða, heldur líka úrgangurinn úr þeim og svo framvegis og plássið sem þau taka. Nú mjög stór ástæða fyrir að margir eru vegan vegna þess að þetta minnkar þetta kolefnisspor. Heldur það vegi ekki á móti hvort öðru? Það náttúrulega til mismunandi. Þú sér eins og lambakjöt, þú veist, frjálst upp í fjöllunum nánast allt árið. Ég meina nautakjöt á Íslandi og raunir hrossakjöt líka. Þetta allt verið sér ræktun á Íslandi heldur en eins og í Bandaríkjunum. Ég skil alveg vel þegar fólk að sjá einhver svona hryllingsmyndbönd af ræktun í Bandaríkjunum og öðru slíku að fara að hugsa sig að kannski ætti að prófa að vera vegan. Og ég skil líka þegar kemur upp umræðan eins og hjá brúneggjum og hjá svínaræktendum. En 90% af öllu á Íslandi góð ræktun. Þú getur fengið lífræn egg, þú getur fengið lífrænt lambakjöt og nautakjöt. Þannig að það þú veist, auðvitað eru tvær hliðar á þessu, en ég myndi ekki mæla með að einhver myndi fara að vera vegan ef hann ég myndi ekki mæla sterklega með því, en hins vegar ef fólk ætlar að gera það, þá það vandasamt verk og það þarf að vanda sig og ég myndi alltaf mæla með einhver sem búin að vera í þessu, þá þann svolítið tíma að fá ráðgjöf hjá þeim. Þannig að ég búin að prófa þetta og þetta ekki fyrir mig. Þetta mjög, eins og ég segi, vandasamt, ég prófaði þetta í smá tíma. Þannig að bara svona til þess að geta sagt náttúrulega líka mína hlið, Hvað var til þess að þú ákvaðst að vera vegan? Ég fann bók heima hjá mömmu minni
og pappa sem heitir Grænt og gómsætt og þar las ég fyrst að það væri hægt að vera vegan og ákvað þá strax daginn eftir að vera vegan og svo að því ég var unglingur þá svona sveiflaðist ég til og frá svolítið í minni neyslu en fyrir tæpum 3 árum síðan þá horfði ég á mynd sem heitir Earthlings og kveikti þá algjörlega á perunni og breytti og varð vegan strax. Ég þykir rosalega leiðilegt að segja þetta er tísköpylgja og þú veist, ég ekki að sverta þá sem í þessu en og skila að einhver leiti að þeir séu í þessu og fólki kannski líður vel og ef þið vanda sér þá geta það verið vegan en hins vegar það því miður þannig að þeir sem að færða okkur lágkolvetna mataræði fyrir 4 ára síðan þeir eru núna að færa okkur vegan lífstílinn og það eru sömu markaðsöfla bak við þetta það er jafnvel sama fólki að auglýsa þetta sama fólk og vildir að þú borðaðir bacon, rjómaost og smjör og já, í hvað ég segja, náðast hvert mál fyrir 4 ára síðan, það núna að segja bara nei, ekki borða þetta, við skulum prófa þetta núna. Verslanir því miður ráða rosalega miklu hvernig við hegðum okkur. Þú sér það bara þú kemur inn í verslun, það byrja á að íta brauði og svo kemur snakkið og svo kemur keksi og þú þarft að fara innst í búðan til svona grænmeti. Þú þarft að fara innst í búðan og þú þarft að leita til þess að finna einhverja ferska kjötvöru og fisk. Þannig að það er rauninni að því að þeir græða meira á þessu. Hversu hollt er að borða eitthvað vegan sem er auglýst vegan sem eru sojavörur sem eru mikið framleiddar, jafnvel framleiddar í Kína og heldur hann að borða þá bara frekar íslenskan ost. Upplifir aldrei að sérst að missa af einhverju, rjómasúkkulaði eða uppáhalds jólamatnum sem þú borðaðir áður eða svoleiðis einhverju? Nei, alls ekki. Mér finnst kjöt ekki gott og þegar maður breytir neyslunni sinni og borðar svona öðruvísi þá bara breytast bragðlaukarnir. Þannig að ég hef ekki smekk fyrir mjólk eða eggjum eða kjöti eða neina svoleiðis. Þannig að ég er ekki að missa neina, klárlega.